Það Sverrir Sverrisson sem á að taka fyrstu spyrnuna. Gegn Bjarka Guðmundssyni. Já, Sverrir hefur nú vaxið mjög í knattspyrnunni á síðustu misserum og er búinn að leika fyrsta landsleikinn allavega. Já. Á þessu ári. Hann leikar reyndar fyrra móti Kýpur, við sjáum hvað hann gerir nú. Já. Og hann skorar örugglega. Öruggur. Já, hann gekk fyrst í fyrra og svo aftur í sumar. Og hann skorar 1-0 fyrir IBVF og það eru þá 5 spyrnur eftir Keflvíkingum og 4 hjá Eyjamönnum. Og það Eysteinn Hauksson sem á að framkvæma fyrstu spyrnuna fyrir Keflvíkinga. Já, hann þeirra spyrnufræðingur. Já, þetta var örugt. Bjarki hafði ekki einu sinni tíma til að kasta sér, taka mjög áhættuna á öðru horninu. Nei, Gunnar er kominn í marki núna. Hann hoppar líka í markinu og hér er Eysteinn kominn. Og Gunnar er með hendur á boltanum en hann er inni, 1-1. Og Tryggvi næstur. Það var að Tryggvi Guðmundsson. Harka skorar í Eyjamanna. Það er nú reyndar, kannski maður munur bara eftir tilvíkunum þegar mistekst en markarókar hafa ekkert verið endilega þeir lukkulegustu í svona vítaspyrnukeppnum gegnum tíðina. Það er kannski að því allir búast við að þeir skori. Þeir eru svona spontant menn sko sem afgreiða strax í færun. Tryggvi. Nei! Hann setur boltann í stöng! Það varði það ekki. Eða hvað, var það þetta? Það varði það. Látum okkur sjá, en sáum þetta nú ekki nógu vítt. Við kemur þetta. Jú, hann verði þetta strákurinn. Ég sá er að slá í gegn hér. Hann tekur aðra vítaspyrnu sín í þessum leik. Jóhann B. Guðmundsson er næstur. Þetta er bara nú ekki nógu góð spyrna hjá Tryggva þarna. Nei, alls ekki. Þá var það Jóhann og Gunnar. Og hann skorar 2-1 fyrir Keflavík. Nú voru Keflvíkingar komnir með undir taukinn hér. Sóran Milkovic. Já, hérna. Sem hefur ekki skorað mark á Íslandi. Hingað til. Og hann Það verður gaman. fær hér kórinn á móti sér. Sóran Milkovic er nú reyndar maður sem vex með hverju verkefni, vil ég segja. Við skulum sjá hvort það heldur áfram að vaxa. Já. Þvílík spyrna hjá þeim gamla. Það var ekkert verið að þvína honum neitt hér. Hókinn af reynslu gengur hann tilbaka. Þeir jafna Eyjamenn en þeir eiga einni spyrnu færra. Nú verður þvílíkt og annað þessu. Samúðulega svona stundum að kalla það. Já, það gæði það. Nú kemur að Gunnari Sigurðssyni. Ef hann fer ekki að gera eitthvað í þessu máli að þá er stefna Keflvíkingar hér heim með bikarinn til Keflavíkur. Jakob Jónhardsson, fyrirliði Keflvíkinga. Já. Varði Gunnar! Gjörðu þið svo vel, hér er ég! Segir Gunnar Sigurðsson. Komið bara blessu og sæl. Og þar með hafa Eyjamenn jafnað. Staðan 2-2. Búnar 3 spyrnur hjá hvoru liði. Sjáu þið þetta? Já. Ekkert hikað hér. Þá er komið að Bjarka. Að gera þetta aftur. Hann þurfti að gera þetta í venjulegum leiktíma. Þetta var nú svona eins og spyrnan hjá Tryggva. Hún var eftir góð. Hver er komið þarna? Guðni Rúnar Helgason. Á stöngin inn bara. Já. Hann stefndi nú hættulega. Utanlega gæti ég að trúa að einhver Eyjamaður hefði hugsað í þetta skiptið en stöngin inn. Það var stæll yfir þessu. 3-2 fyrir Eyjamenn. Já, hérna. Mikið lengt á Bjarka Guðmundssyni. Það kom með Adolf Sveinsson. Já, Adolf Sveinsson í þessa spyrnu. Og Gunnar Sigurðsson til varna. Verður fyrirliði samspár. Gunnar í vinstri horn. Og jafnt. 3-3. Ein spyrn eftir í hvoru liði. Og þá kemur Bjarnar. Og hér eftir er það bara liðið sem skorar fyrr. Já. Það er bara 1-1 núna. 1-1. Ég er raun, þetta er 5. og 5. og
og það þeir eru jafn fyrir hana og síðan 1-1. Það er ekkert undanfæri, nú verða menn bara að skora. Og Bjarnólfur setur hér fasta spyrnu í mitt markið. Þungu fargi á honum létt síðust með 4-3. Sjáum hér, Bjarki fer og Bjarnólfur setur hann bara hinum megin við hann. Fast og örugglega. Þetta er ægilegt haugastríð maður. Og það var Gunnar Oddsson. Já, það er eitt annað. Nú þarf hann að axla alla þessa byrði sem Hlynur Stefánsson þurfti að axla fyrir í dag. Húðaður með 7 þessi axlar. Og hann skorar. Gunnar Oddsson skorar og jafnar. 4-4. Og það er bráðabani formlega hafið. Sjáum hér. Skorar hana. Og nú verða Eyjamenn að velja sér nýjan mann. Það verður einhver fyrirstaða á því. Og það er ekki gæfulegt. Það er Sigurvin Ólafsson. Og Keflvíkingar, þeir halda hver utan annan líka. Nú þurfa þeir að velja mann. Kannski hann sé klár. Bjarni Jóhannsson, þjálfari. Þetta verður komið til þurrkur í kverkarnar. Já. Nei. Varðan þetta strákurinn? Já. Bjarki Guðmundsson. Þvílík framleiðsla í Keflavík af markvörðum. Já, Þetta var nú að fara að skrifa þetta sérstaka bók. Þetta er nú svolítið Vestmannaeyingar taka þarna eins og áðan einhvern langan tími það ákveða hver á að gera hlutina, hver á að fara á framkvæmdina og slíkt vinnur bara með andstæðingunum mínum mati. Já, þeir bara ekki með. En þetta er geysilega vel varið. Þetta er út við stöng, þrumuskot. Hann er frábær strákur. Alveg frábær. Þá var það Kristinn Guðbrandsson. Og nú er það Gunnar Sigurðsson sem hefur gæfu Eyjamanna í hendi sér. Kristinn skori hann þarna þá þeir meistarar. Já, og það er mikil byrði á Kristinn Guðbrandssoni núna. Nú er tækifæri þeirra komið. Loksins. Og Keflvíkingar eru bikarmeistarar í knattspyrnu. Eyjamenn ná ekki tvöföldum sigri sem allir höfðu spáð þeim. Kristinn Guðbrandsson tryggir þeim bikarinn. Annað árið í röð ganga Eyjamenn nýtnir af velli. Og Keflvíkingar sem fögnuðu ógurlega hér í leikslok. Því jafntefli sem þeir náðu í fyrri leiknum. Þeir sem fagna nú. Hetjan heitir Bjarki Guðmundsson. 21 árs strákur sem kom hreinlega óforvarendis í markið á miðju sumri þegar Ólafur Gottskálksson hélt í Víking til Skotlands. Þá er komið að því að afhenda verðlaun fyrir fyrsta sæti í Coca-Cola byggarkeppninni. Það er Davíð Oddsson, forsætisráðherra sem afhendir. Jæja, þá koma þeir. Eru hiltir hér, meistararnir. Og Davíð Oddsson, forsætisráðherra og heiðursgestur hér afhendir þeim verðlaun. Hverjum og einum. Stórum og rúmgóðum palli sem að setja höfður hér upp á Laugardalsvelli. Það hefur líklega fáið trú að því að Keflavíkurliðið sem að bjargaðist á síðustu sekúndunum í fyrra með marki Þórarins hins unga Kristjánssonar. Að það ætti eftir að verða efst framan af öllu Íslandsmóti og standa svo uppi hér að áliðnu hausti bikarmeistari. Þetta er geysilega mikill sigur fyrir knattspyrnuna í Keflavík og þegar maður lítur yfir þennan hóp þá eru þeir allir þarna nánast úr Keflavík þessi piltar sem eru með. Ég held að það séu engin aðkeyptur maður nema þá kannski úr nágranna sveitarfélögum.
Karl Finnbogason kemur úr garðinum en þetta verður lengi í hópi Keflvíkinga. Já, Jóhann Guðmundsson gerir þann reyndar einnig og þannig að ég held að þar með sig það bara upp talið. Þetta er allt meira minni Keflvíkingar. Það er náttúrulega þetta er feikilega gott starf sem þarna hefur unnið og ég held að þeir séu að njóta afraksturs starfs Velímirs, júgóslavneska þjálfara sem hefur verið þarna undanfarnum árum. Keflavík sagði forsætisráðherra með hamingju með sigurinn. Og hér koma svo bikar, kemur svo bikarinn og bikarar. Og við kannum ekki alveg skila því af hverju þeir eru orðið tveir. Ég held að segja að annar er farand og hinn er til eignar, væntanlega. Já. Þeir kunna sér ekki læti. Þeir kunna sér ekki læti, strákarnir. Og hver lágur en það, það glæðist, ekki búið að hafa svo lítið fyrir honum þessum. Keflavík búið að leika í 5 umferðum bikarkeppninnar, 2 leiki í úrslitum og ef við tókum alla þessa 6 leiki sem að Keflavík er búið að leika í keppninni að þá voru 5 framlengdir. Já. Ef það er ekki þrautsegja þá veit ég ekki hvað það er sem þar býr að baki. Og Eyjamenn koma nú og faðma þá að sér og óska þeim til hamingju með sigurinn. Þetta er frábær endir á góðu knattspyrnusumri hjá Keflvíkingum því að þeir byrjuðu náttúrulega mótið með þvílíkum eindæmum að fara ekki sögur af öðru eins í Keflavík og duttu svo niður en hafa náð að rífa sig upp núna undir lokin og enda þetta svona, það lítur að vera frábært. Já, stemning hér á Laugardalsvelli og í þessari gleði stemningu þeirra Suðurnesjamanna að þá förum við nú að slá í botni í þessa útsendingu hérna frá Laugardalsvelli. Nei, þetta er, og Vestmannaeyingar náttúrulega ljúka frábæru sumri, þetta er náttúrulega alveg frábært knattspyrnusumar hjá þeim líka og sem að margoft hefur verið talað um. Já, ekki spurning. Og kannski rétt svona í lokin á þessari útsendingu, Logi, að tileinka þetta sumar þessum liðum sem hafa sannarlega unnið fyrir því. Ég held að það sé alveg óvænt að gera það. Og nú var það kókið, í fyrra var það mjólkin. Já, já. Þetta er spurningum. Spurningum það að fara snemmi í sturtu. Já. Við þakkum einhver áhorfendur samveruna í dag, Logi Ólafsson. Ég þakka þér, Logi, fyrir hjálpina. Já, takk sem leiðis. Og við sláum botn í þetta í þessari sigur stemningu til hamingju Keflvíkingar fyrir í sæl.
Keflavík